Já, komið sæl og verið velkomin í Trump-tíman. Hér ætti að sitja Gunnar Smári Egilsson, en hann þurfti frá að hverfa, þannig að ég, Laufey Líndal Ólafsdóttir, ætlaði að reyna að sitja í sætinu hans núna og tala Trump við góða gesti eins og við gerum vikulega hér við Rauðaborðið. Að þessu sinni eru komnir góðu gestir, góðu vinir Rauðaborðsins. Það er Guðmundur Hálfdanarson, prófessor í sagnfræði, Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir, aðjúnkt við Háskólann á Bifröst og ráðgjafi, og Brynja Elísabet Halldórsdóttir, dósent á menntavísindasviði HÍ. Þetta er munnfyllir. Já, þetta er það. Þeir eru verið velkomin. Takk fyrir. Það er alls konar að gerast. Allt að gerast. Það er nú alltaf veila. Það er alltaf bara, já, þess vegna náttúrulega eru þetta vikuleg slátt hérna við Rauðaborðið. En það er alltaf stanslegt stuð. Þó að stuðið sé kannski ekki gleðilegt. En hvað viljið tala fyrst? Já, þetta hefur verið svona frekar, svona miðað við síðustu vikur, þá hefur verið frekar róleg vika. Minneapolis verið svona, hlutin virðast vera róastar frekar, þó að það sé kannski bara svona yfirborðinu. Já, það myndu ekki Minneapolis búið að segja, sko. En þeir eru þá kannski ekki eins mikið í fréttunum eins og voru. Trump hefur ekki verið mjög kannski endilega neitt opaslega áberandi, en þetta er bara svona hlýjundarstorminu. Já, kannski það sem fólk tók mest eftir var ofurskálin og Super Bowl. Trump náttúrulega gat ekki sér fært að mæta vegna þess hver var að skemmta áhorfundum í hlið, þannig að en Trump hefur ekki mætt á... Nei, hann vildi það ekki, en svo kom í ljós að hann var nú samt að horfa, því að hann var fljótur að koma með viðbrögð, hann var fyrst í gagnrýnandi á þetta mikla sjó hjá honum Bad Bunny sem að gerði þetta glæsilega og myndi fólk á að standa saman og bara ein heild og við getum verið alls konar og já, þannig að það var áhugavert en Trump satt bara við skjáin og sendi skilaboði gegn Truth Social og var ekki hrifinn. Nei, þetta gerist ekkert á ensku. Nei, þetta gerist á spænsku, hann er náttúrulega frá Puerto Rico. Tungumál sem enginn skilur. Nei, það talar enginn spænsku, sko, sérstaklega ekki í Bandaríkjunum og þetta var, þú veist, þó þetta hafi verið svona svolítið milt og skemmtilegt skemmtatrið, þá var þetta mjög pólitískt skemmtatrið, sko. Og þau hafa verið það undanfarin ár. Já, mjög svo. Kendrick Lamar var þannig líka í fyrra, sko. Þannig að það er, þú veist, alveg allt logandi heitt að greina það sem var í gangi hjá Bad Bunny, sko. Og ég segja, sko, með þessa tónleikar, sko, eða þetta innskot þarna að, sko, NFL er nú svona fyrst og næst bara kapitalist félag sem vill græða og Bad Bunny er svo heitasti og auðvitað aðeir hann og þetta skapaði auðvitað mikla umræður og það sem auðvitað var svona, ég held að það verið af því þetta var svo lúmst pólitískt að það var auðvitað pólitískt að hann skildi syngja á spænsku, þetta var megin hlutan til á spænsku, það er auðvitað sjálf sem mjög pólitískt og annar atriði sem var svona mjög áhugavert var þegar hann hann sagði Guð blessi Ameríku og svo taldi hann upp öll lönd Ameríku, ekki bara Bandaríkin sem að svona minnir ýmsa á að Ameríka er stór og það er búið mjög margir sem tala spænsku. Já, akkurat. Þannig að og síðan var þannig atriði þar sem að hann myndi á rafmagnsleysið í Puerto Rico sem að auðvitað er Bandaríkjunum til skammar að eyjan var meira minna rafmagnsleysi heilt ár eftir fellibíl og Trump á sínu tímabili, hann var nú fræg sena þar sem hann var grítandi pappisturkum yfir fólk á Puerto Rico eftir þennan fellibíl og þannig að pólitíkin var, það skildi allir pólitíkina sem vildi og Trump skildi hann alveg greinilega. Já, þetta var svona einfaldar birtingamyndir sem voru samt mjög tákrænar, þannig að ég held að og eins og þú segir að NFL hefur náttúrulega grætt heilmikið á þessu áhorfi og öðru og þetta eru þessar auglýsingar og þetta skemmtiatrið eru þetta aðalatrið og við þekkjum það fáir sem horfa á leikinn, margir sem horfa á auglýsingarnar sem er svona áhugavert. Þetta hefur verið það var eigandi liðsins sem vann eru konur þannig að þetta er í fyrsta skipti sem að það er kvennalið eða kvenna eigendur sem að hafa unnið Super Bowl
Seahawks unnu fyrir Patriots og það náttúrulega Patriots náttúrulega Trump styðjandi og eitt af því sem að kom upp þarna í fyrra tímabilinu hans að Patriots einhvern veginn tengt honum, sko. Já, eins og kannski nafni gefið til kynna. Já, ég er frá Massachusetts. Já, ég ætla að segja frá Massachusetts, þetta svolítið svona óvenjulegt frá Massachusetts, sko. Já, einmitt. Já, ég nefnilega, því miður ekki búin að horfa á þetta atriði. Ég bara búin að sjá svona glefsur úr og þetta náttúrulega svona svolítið það sem hefur komið inn í minn algoritma undanfarið og ég hef séð marga frá einmitt þessum karabíska hafseyjum vera að já, svona þerra tárin að því að þeim fannst eins og þeir hafi verið séðir. Það til dæmis tákrætt að ístæðlega var sungið hvað heitir náttúr ekki Bad Bunny? Nei, Ricky Martin, hann söng lag eftir Bad Bunny sem að fjallar að hann vill ekki að Puerto Rico fari sömuleið og Hawaii sem þetta mjög politist og svo virtist Bad Bunny með fána Puerto Rico eins og hann var áður en Puerto Rico tengdist Bandaríkjunum það er ljósblátt þetta auðvitað sko skilaboð sem að menn skilja ekki kannski allir en það mjög margir sem skilja þetta skilaboð það að fánunum var breytt þessum bláa lit var breytt til þess að hann væri eins og blái liturinn í bandaríska fánunum en hafði áður verið ljósblár þannig að þetta eins og þú segir þá er þetta mjög politískt en hins vegar svona undirtónandir voru politíski það var ekkert öskra fram með fólk sem held ég hafi mjög slingt af Bad Bunny af því að ef hann hefði verið með steitt nefan framan í fólk það er af þessum 130 eitthvað miljónum sem horfa á þetta eru það sem margir sem kusu Trump og það hefði verið meiri sundrúkur og mér finnst það nefnilega svo sterkt líka því að hann að tala sameininguna það er markmiðið með þessu öllu saman þessi sameining og Guð blessi Ameríku, ekki Bandaríkin að fólkið standi saman og séu svona svolítið ein þjóð innan gæsalappa þrátt fyrir að En talandi þjóðina og svona hvernig hún getur skipst niður ég var bara, þegar ég rétt á henni kom hingað og var ég með kveikt á bandarískri fréttarstöð og þar voru fórnarlömb Epstein að tjá sig á enninum fréttamannafundinum og voru að gagnrýna þessi skjöl sem að búið að birta þar ekki gætt nægilega vel að þeirra í raun og bæði birtingum og öðru en það eru margir þar sem að hafa verið strókaðir út sem að virðist vera af skjölunum að hafa brotið á þessum konum og stúlkum og börnum og það mál svona mjög einkennilegt að fylgjast með því og þarna kemur svolítið svona hvernig Evrópa og Bandaríkin eru ólík allavega í dag, þó það hefur kannski ekki alltaf verið svo leiðis að það er bara afsagnir í Evrópu á hátsettu fólki sem eru í þessum skjölum á mismunandi ástæðum á meðan í Bandaríkjunum þá er lítil hreyfing þó að það hafi verið rektor Harvard og einhverjir sem hafa stigið til hliðar en heilt yfir að þá eru afleiðingarnir í Evrópu hugsanlega að fella Keir Starmer sem auðvitað mjög athyglisvert fyrir að hafa sem þekkt ekki Epstein Nei, sem í raun og ekki Epstein skjölunum heldur að tilnefndi sendiherra Bandaríkjanna sem var í Epstein skjölunum og hann á að hafa vita af því að hann þekkti Epstein og hafi einhverja tengingar hann á milli og þannig að og þarna er elítan svolítið mjög magnað og örugglega fyrir sagfræðinga að grúska í þessu núna þetta á að taka ykkur ár að lesa alla Þetta er bara 3 milljónir blaðsíðna Já, það er ekki neitt bara helgarlest en þetta er alveg ótrúlega áhugavert að sjá hvernig afleiðingarnar eru ólíkar milli heimsálfa Það er til dæmis að Lutnick sem viðskiptaráður af Bandaríkjanna greinilega var mjög nátengdur Epstein Musk það líka en það sem mér finnst svona eiginlega athyglisvert við þetta sko er það þetta er eiginlega mjög þverrpólitískt þetta er bara fyrst og fremst ógeð sko og ógeð flæður allar inn í flest pólitísk korn þetta er menn allt frá Elon Musk til Noam Chomsky sem þarna koma mjög illa út úr þessu og allt frá milli þannig að þetta og það einhvern veginn þetta er
þetta svo ótrúlega, ótrúlega að sjá þetta, því að það snýst peninga, völd og kynferðislegt ofbeldi og þetta virðist að tengja þetta lið saman. Já, og líka þessi svona hálfgerð söfnun gagna hjá Epstein þessa vinnu og félaga að svona margir hafa fleygt fram að þetta væri svona grunnsamleg iðja hjá honum og hvað hann að sækja í margar ólíkar valdarstjættir. Þetta er aðalega fólk sem er með völd eða hefur áhrif, bara nómtömski og síðan auðvitað með ríkt fólk. Og svo eru komnar alls konar eftiráskýringar að hann hafi líka verið að leiða saman fólk sem var að safna peningum, fólk sem var þá af þeim ásetningi að vera að sækja peninga fyrir einhverja sjóði eða hvað það er og svo ríkt fólk að en hvað sem að því veldur að þarna sé einhverjur aðilar þá er alveg einkennandi að hann hefur alveg ótrúlega ítök í heim bara valdamikils fólks í heiminum og bara mjög víða og ég held að við séum bara rétt að sjá svona byrjunina af þessu því það er ennþá verið að greina þessi gögn og Trump vil náttúrulega ekki að þetta sé rættlingur, hann er alveg komið nú að þessum Epstein-skjölum og hefur sagt að ítrekka við fjölmælum og hætti að spyrja með mig. Hann var hann ekki að segja síðustu viku að hann væri þarna, að það hafi verið, hann hafi verið fengið aflausn af því að það var eitthvað í skjölunum þar sem hann var að benda á að það væri slæmt eða eitthvað svoleiðis. Því hann segir einhvers staðar 2026 var ég að lesa í dag þar sem hann talar Epstein sem krýp, þannig að hann vissi alveg af þessu. Það Trump kemur ekkert sérstaklega illa út úr þessum skjölum og það er tvær ástæður fyrir því. Fyrsta lagi að hann slítur þessu sambandi við Epstein 2004 maður rétt, eitthvað þar bil, 2004-05. Hann segir af því að hann líka er svo illa við hvað hann var að gera. Ég held að það sé mjög ólíkleg skýring af því að Trump var nú siðferði á Trump er nú kannski ekki endilega það sama. Og svo hins vegar vegna þess að þessi skjöl byrja ekki, fyrstu skjölin eru bara svona, eru frá því þetta bil og eru fyrst og næst tölvuskjöl. En Trump og Epstein voru perluvinnir og sumir segja bara bestu vinnir, bara lengi. Í 20 ár. Og tímabilinu svona frá seinni hluta 9. áratugar fram á þessa öld. Og það er alveg ljóst og það snýrist mikið það að vera með konum og allt það og penningar og völd og allt þetta. En þetta var fyrir daga tölvupóstana, þeir eru svona útbreiddir og Trump er svona eins og sumi stjórnarmenn, hann vita því að senda ekki tölvupósta. Þannig að það er alveg ljóst að það er ýmislegt sem er ósagt og þó að það sé enginn sem hafi svo sem haldið því fram að Trump hafi sé haldin barnagirndi eða eitthvað slíkt en það er alveg ljóst og það eru 28 konur sem hafa ásakað kynferðislega áreitni þannig að þó að sé ekki barnagirnd þá kannski ýmislega Þetta hefur nú oft haldist í hendur peningar og völd og kynferðislegt ofbeldi þannig að þetta er nú kannski ekkert engin sjokkar út af fyrir sig En hann heldur áfram að svona skipta kúrs og hann alltaf því hann hefur ekki alveg haft stjórn á þessum umræðum Epstein-skjölin það gera hann mjög svona pyrra hann að hann hefur haft mikið tala mikið það við fjölmiðla að þetta sé bara búið koma nú ekki vel lengur en ég var aðeins að rýna í hvernig fólki líður með Trump í Bandaríkjunum og það er svolítið áhugavert að því við aftur svona kannski aðeins í burstu þá heldur maður að hann sé kannski komið bara alveg að skrapa botnin í öllum könnunum en það er ekki þannig og það sem ég var aðeins að bera saman hvernig fyrsta kjörtímabili og seinna og hann auðvitað aðeins neðar núna en það er ekki mikill munur það er hann í raun og veru með þeir sem eru óanægðir með hann eru það bil 55% og svo er náttúrulega einhverju óákveðnir en það er svona 41% sem líkar við hann og finnst hann bara vera á góðu róli og það er svolítið svipað og hefur verið í raun og veru ef maður horfir á bara síðasta kjörtímabil að það virðist vera einhver svona golf í svona tveggja flokka systemi eins og í Bandaríkjunum að
að sumir, og við þekkjum þetta kannski svona í okkar stjórnmálasögu að fólk hefur verið hliðhollt ákveðnum flokkum, en það hefur svolítið kvarnað úr þeirri svona flokkshollustu eftir hrun sérstaklega. Það var svona mikið uppflokknum, já. Bara mjög mikið að maður þekkir þetta svona úr sjálfstæðisfjölskyldur eða framsóknarfjölskyldur eða vinstri fjölskyldur eða hvað það er. En það verðist vera mjög sterkt í Bandaríkjamönnum, sérstaklega republikana megin, eru nú íhaldsamir fyrir svona upplægi, að kjósa sinn og stiða sinn frambjóðanda dálítið langt og það virðist vera einhvers konar gólf sem að maður ímyndar sér að hann get ekki farið mikið niðar en hver veit að það er ekki, hann allavega ekki að skrapa botnin eins og maður hefði haldið, hann hefur auðvitað farið mikið niður og hann í samanburði við aðra forseta, þá hann auðvitað að mælast mjög lágt. En ekkert mjög lágt með hvernig hann var á svipuðum tíma á fyrsta kjörtímabilinu. Nei. Þessar mælingar, það sem það skipta mestu máli, þetta mælingar í sjálfu sér breyta engu, af því að það er þetta kosningarna sem breytast. Og það sem við erum að hugsa út af þessum mælingum er þá hvernig fer núna í nóvember, í kosningum í nóvember, af því að þær munu hafa mikil áhrif á það hvað Trump getur gert. Eins og hefur hann raunlega alla þræði í hendi sér. Ef hann missir fulltrúadeildina sem að það væri mjög óvinnlegt að myndi ekki gera það, því að það mjög algengt. En hins vegar það alls ekkert gefið, sko, og það tvennt þar í, annars verið búið þetta að svona krukka svoleiðis í kosningakerfinu, að það orðið bara mjög fá kjördæmi sem eru ekki bara fyrirfram gefin. Það kjördæmi sem verið að berjast eru fá. Þannig að menn telja að það sé ekki til þess mögulegt að það verði jafn mikil sveifla eins og var 2018 þegar hann gjörtapaði. Og öðru lagi þá ef að efnahagslífið fer að taka við sér, ef að verðbólgan minnkar, þegar að skattalækkanirnir koma fram núna í mitt ár áður en að raunlega niðurskurður á heilbrigðisþjónustu og alls konar styrkjum kemur fram, því að það er allt stillt til að koma fram eftir kosningar. Að þá gæti allt gerst, sko, en eins og það sem með þessar tölur það sem er ekki bara hverju styðja, það sko, demokratar eru í mjög góðum málum eins og þeir vinna alla kosningar og það er ekki bara út af þessu, það er líka þetta með kosningar, það skiptir eiginlega mestu máli hverjum kemur á kjörstað og það er þannig að hverjir eru svona meira spenntir, hverjir eru meira áhuga og það er alveg þó svo að það sé 40% kjósenda sem segja að Trump sé svo sem allir lagi, þá eru þeir mjög minna spennti fyrir Trump en þessi 55% sem bara fá kjósa til þess að koma burt. En það sem ég finnst líka áhugavert, bara það sem ég hef verið að fylgjast með í kringum, sko, þessa kosningar sem eru á leiðinni er bara breytingarnar á fólkinu sem situr þarna á þinginu. Það er miklu yngra fólk, það er miklu aktífara sem ég er að sjá, sko, allavega frá demokrata hálfu og það er rosalega margir sem eru að fara á eftirlaun og er ekkert að bjóða sig fram aftur. Þetta komið yfir áttrætt, sko. Já, sem að, ég menna, er bara alveg sjálfsagt, það náttúrulega hefur verið rætt hvað þú mátt vera lengi, hvort að þú megir gera þetta aftur og aftur og aftur. Ég menna, þá reglur að bjóða sig fram meira en tvisvar í öldungadeildinni er, umræðaefni alltaf. En þú veist, það bara að hvað maður er að sjá mikið á ungu fólki sem er að vinna á kongressi, er að vinna í fulltrúadeildinni og er bara að taka taumana og virkilega spurja og reyna að gera eitthvað gagn. Það finnst mér rosa spennandi. Það er áhugavert að umfjöllun þingi verið mikið það síkast að það er margir að hætta og það er áhugavert, það er mjög mikið replikana megin að fólk og gefur upp ýmsar ástæður, þetta sumir eru komnir aldur en svona þegar maður þekkir það fyrirtækjum og stofnunum að þegar er mikil starfsmannavelta þá er það yfirleitt ekki spennandi vinnustæður, þannig að maður gefur sér það og það er svona það sem að blaðamenn hafa verið að draga ályktana og það sé svona ekki beint geggjað vinnustæður að vinna í vera fulltrúadeildinni, öldungadeildinni og þannig að það er líklega sko margir líka sem eru ekki alveg að
tengja við þessa kannski stefnu Trumps og hann hefur náttúrulega verið mjög fljótur að vísa fólki á dyr ef það stendur ekki með honum og hann gerir það þannig að hann stillir upp kandidat á móti þeim sem að í því kjördæmi hann að við komum ekki séns og svo mókar hann peningum til þess að mæta þeim aðila. Tókst nú ekki vel fyrir hann í New York? Nei, það gerði það ekki. Nei, en New York náttúrulega bara lítur öðrum lögmálum og já, í raun og veru bara eins og bara svona fríríki í Bandaríkjunum þegar kemur að demókrötum og republikum en hvað það þannig að hann í raun og veru búin að passa upp á það að þarna inni sitji allflestir sem styðja hann og það var líka áhört, maður er líka búin að heyra mikla umræðum það að fólk sé að segja eitt sín á milli og svo segir það allt annað í fjölmiðlum og svona ógnarstjórnun eða hvað maður á að kalla þetta, hún gengur svo lengi fyrir ákveðin hóp, annarkvort hættir fólk eða það segir sína meiningu og vísa á dyr eins og við höfum séð alveg bara mjög oft en það sem að maður, það eru nokkri hlutir varðandi kosningarnar sem alveg áhugaverðir og hann alltaf byrjaði minni að tala möguleikan á þriðja kjörtímabilinu sem náttúrulega ekki samkvæmt stjórnarskrá mögulegt svona opnaði eitthvað neini bara grínast eitthvað en nú hann farin að tala það og að færa stjórnkostingana á alríkislevel samkvæmt stjórnarskrá þetta framkvæmt af hverju fylki fyrir sig og það alveg skýrt hverju county fyrir sig já, en í raun og veru ég var að lesa þetta grein í stjórnarskrá Bandaríkjanna að það ekki nefnd forsetaembætti ekki nefnt sérstaklega. Forsetinn sá eiginlega eini sem kemur ekkert nálega kosningur. Og þannig að hann svona, þannig hann og hann segir auðvitað að þetta sé vegna þess að kosningurum hafi verið stólið af honum hann sigri hafi verið stólið og bara í morgun þá heyrði ég að það var í Georgíu minni mig þá var fóru einhverjir aðilar frá lögreglu, vantalega alríkislögreglunni og rannsökuðu kosningagögn eftir endurtalningu í Georgíu og ég hugsa að við munum sjá meira af þessu og þar hann að grafa undir trausti til kosninga og þá að koma með þetta svara, hann muni bara stýra þessum kosningum eða fólk á hans vegum og við vitum náttúrulega hvernig svona endar, við höfum alveg séð þessa mynd teiknast upp í öðrum ríkjum þannig að þetta allt samkvæmt í raun og veru svona handbókum hvernig þú breytir lýðræðisríki í ekki lýðræðisríki og gera fólki ómögulegt að kjósa og svona. Já, það er líka verið að tala það að hann ætli að láta svona fylgjast með sem algjörlega ólega og sem nú ekki kannski samkvæmt reynslu Minneapolis að þá það nú kannski verður ekki til þess að auka friðinn. Nei, en ég meina ICE þarna ásettur ráði til þess að fólk að gera það sem það að gera. Fólk hrætt til þess að fara út úr húsi, það ekkert að fara og það verið að tala það, það eru fjölskyldur sem hafa opnað dyrnar sínar fyrir öðrum fjölskyldum til þess að þau geti verið það vegna þess að þau hrætt fyrir lífi sínu. Það verið að senda 5 ára börn út úr fylkinu, það voru bara að senda 3 börn heim tilbaka núna í þessari viku. Strákurinn með bláa húuna og það voru einhver fleiri börn úr sama skóla sem voru bara send heim núna í vikinu og þetta gert ásettur ráði að hann veit að þetta blátt fylki, hann veit að þetta demokratafylki og hefur verið það síðan Walter Mondale var í frambúði og við höfum bara kosið þannig og þannig að hann að búa til ógn, þannig að við þorum ekki að fara út úr húsi til þess að við getum ekki tekið þátt í kosningunum, þannig að þá gæti hann sigrað sem að ég held að sé ekki í boði í Minnesota, ég meina miða við hvernig fólkið að taka á móti þessu öllu saman og að bregðast við og með þessi mótmæli og þau koma saman og þau ekkert að gera neitt af sér heldur að standa og syngja. Þetta bara eitt af því ótrúlegasta sem ég nokkuð tíma séð öll þessi mótmæli sem í gangi sem friðsöm. Já, þú kannski segir okkur núna hvað að gerast í Minnesota núna, það eru litla fréttir að berast það. Já, það náttúrulega talað það voru svona 700 liðar teknir út, sendir eitthvað annað meðal annars Bovino,
En það sem að fólk að segja í Minneapolis og í St. Paul að það hefur ekkit, það ekkit ásjáanlegt minnkað og þeir eru farnir að fara bara inn í húsakynni og og eru að ljúga og eru ekki að nota, ég veit ekki einu sinni hvað heitir, leyfisbréf til þess að fara inn í hús og sækja fólk, þau eru ekki leita heimildir og svoleiðis, það ekkert svoleiðis, það bara verið að ljúga og það eru fullt af svona vídeó þar sem fólk augljóslega bara almenningur bara að vernda fólki sem býr í íbúðahúsnæðum og svoleiðis og Sómalíubúarnir hafa orðið mikið fyrir barðinu. Ég sá vídeó af 2 konur sem voru teknar og þær voru lamdar og einn fekk heilarhristing og var handtekinn á lögreglunni og var á lögreglustöðu í einhvern tíma og það líka sko mikið sem í gangi sem mér finnst svo áhugavert að fylkisstjórinn og borgarstjórinn í Minneapolis segja eitt og annað með hvernig við ætla að nýta lögregluna og National Guard og allt þetta. En svo voru mótmæli við þarna Whipple-húsið þar sem verið að fangarnir eru geymdir eða innflytjendurnir eru geymdir og þar var mótmæli þar sem að Bandaríkjamenn voru að henda í bílana þarna dildóum. Já. Og rétt á sama tíma kom ungi maðurinn, hvað heitir hann sem mjög þekktur trumpisti ungur maður sem hann kom á svona vörubíl og spreyjaði gasi og var með kross og var bara að tala sko æs væri alveg æðislegt og hann var ekki handtekinn. Þetta var allt sem hann var að gera var ólöglegt en allir sem voru með í þessu mótmælum þar sem við vorum að helda dildum, þau voru all handtekinn. Það var 50 manns, þau fengu enga viðvörun eða neitt svoleiðis og þau voru handtekinn af lögreglumönnum frá Minnesota og frá Hennepin County þar sem að byggingin húsið Þannig að þú veist, það ekki alveg sko, það heldur ekki, sko, ríkisstjórinn ekki alveg samstiga á sama tíma. Þannig að það mjög áhugavert að reyna að fá réttar upplýsingar af því að maður þarf líka að passa að ég sé ekki að sjá eitthvað frá, maður ekki að sjá eitthvað frá AI eða þetta náttúrulega getur verið einhlíða en það sem ég að sjá núna í fylkinu fólk sem stendur saman, það að aðstoða hvort annað, það þú veist, mikið að vera að greiða húsaleigu því að fólk hefur ekkert efni á því að gera það, þess að getur ekki farið í vinnuna, kaupa í matinn, fylgja börn í skóla og það sem ég hef heyrt mest og meira en oftast að þetta eru konur. Það eru konurnar sem að gera þetta, þess að standa í þessu að samræma og halda sig saman og vinna saman. Og það bara ótrúleg breyting á Minnesota sem ég bjó og að sjá það núna, þessi samstæða. Það hefur alltaf verið einhvers konar samstæða en núna hún, síðan George Floyd, hún bara allt öðruvísi. Hún lítur öðruvísi út. Og þetta auðvitað sko, og þetta, ég spáði þessu sko þegar það lítur ágætlega út af pappír fyrir suma miskusti að reyna að takmarka innflutning fólks en að vísa 10-15 miljón manns úr landi að það verður alltaf skítút. Það gerist ekki unnið treinan á. Bæði eru innflytjendur ekki bara með prentuð ennið þessu innflytjendur, ólega innflytjendur eftir þess að það verið að taka handtak og sendu landi í bandaríska ríkisborgara fólk sem hefur verið bara fættar og spyrja svo og síðan var alltaf sagt sko þetta þetta allt sem að tómi glæpum en sem að þýleitunni rétt ef þú ert ólöglega í landinu þá ertu samkvæmt þeim skilmálum ólöglegur en hins vegar margt þessu fólki búið að búa í vinna og greiða skatta í Bandaríkjunum áratugum saman og það einhvern veginn ekki fólki sem að menn héldu að vísu landi sko. Þannig að það bara verið að taka þann og það farið í skólana, það farið inn í kirkjur það farið og mjög mikið gert að því að taka fólk við í réttarsölum þar sem að það að ganga í gegnum þetta löglega ferli hvernig þú átt að fá heimildið búið í landinu þá menn bara teknir og sendir beint í landi þannig að það ekki bara það að fólk fara úr landi heldur líka fólk hrætt við að fara í vinnu og þetta kemur til með að hafa mjög slæm áhrif á bandarískt efnahagslíf af því að þetta fólk þetta mjög mikilvægt. Ég var einmitt að lesa í morgun greinum bændur af því að svona 50% landbúnaðarverkamanna í Bandaríkjunum eru innflytjendur og mjög margir þeirra eru ekki með leyfi til að vera í landinu og Trump segir alltaf að ástæðan fyrir því að þeir séu að reyna að koma vekk fyrir innflytjendur til þess
Bandaríkjamenn fái meiri vinnu og hérna laun, en fyrsta lagi þá vilja Bandaríkjamenn ekki vinna þessa vinnu og öðru lagi þá eru bara kaupa þeir bara róbóta sko. Já. Sem að þeir séu mun betri heldur en bandaríski verkamenn af því að hérna, þetta er yfirleitt mjög, þetta er erfið vinna, skítu og illa greitt, þannig að þetta á eftir að sko, menn halda til dæmis að það að setja á tolla og flytja bandarísku vöru sem framleidd í Bandaríkjunum, það er bara voða jákvætt, en það er auðvitað því að það vörðurnar vera miklu dýrari. Já, og það er bara, þú veist, þetta er svo óraunhæft í raun og veru líka. Við erum ekkert að fara aftur í þá stefnu að vera svona inniloku. Ég var að sjá skýrslu frá Cato Institute, þar sem við fórum virkilega í það hvort að því að það er náttúrulega eina umræðan í kringum innflytjendur og það er, þú veist, allstaðar þegar maður er að tala um innflytjendur, er það, þú veist, hvað þau taka mikið af ríkiskassanum. Og Cato Institute sem er íhaldsamt og er að skoða þessa hluti, komst að þeirri niðurstöðu að það er þarna fólk sem er hægrisinnað og republikanar sem að notfæra sem meiri ríkiskassan heldur en innflytjendur nokkuð tíma að gera, þannig að þú veist að innflytjendur hafa framfleytt bandaríska kerfið, efnahagskerfið í mörg ár. Þannig að þú veist, bara þetta að íhaldsamt rannsóknarstofa er að sjá þetta og skoða og bjóða þetta fram að það er bara ótrúlegt sko. En þetta er náttúrulega sko, þetta er svona eitt af kosningalögum sem að Trump keyrði á að það var þetta, fyrst var þetta með Mexíkó landamærin að byggja hennan vegg sem aldrei var svo raunverulega byggður en og taka á þessum landamærum sem að maður getur alveg, og það var alveg vandamál að það þurfti einhvern veginn að stýra flæðinu hvernig sem en hann auðvitað bara fann að ganga, við erum að tala um landamæra verðir í raun og veru, eru inn í landinu að leita uppi fólk sem er óskráð í landið, er ekki með leyfi til að vera þar. Ég er alltaf pínu svona þegar ég heyri ólöglegir innflytjendur að því að þetta er eiginlega vond þýðing að því að svona að undocumented er svona óskrásett. Það eru til hælisleitendur. Nákvæmlega, þú getur manneskjan verið ólögleg en svo klárlega þarf fólk að sækja leyfi og sumir eru í því ferli að sækja leyfi og eru teknir þegar þeir eru að mæti viðtölin sem eru auðvitað býr til sko, í raun og býr til þá menningu að fólk sé ekki að skrá sig og reyna að vera löglegt í landinu því það er svo mikil hætta þá að vera vísað út. Það er sem að sko, þetta er auðvitað bara þessi klassíska smjörklípa að búa til einhvern sameiginlegan óvin og með Trump að þá náttúrulega því stærri og verri sem óvinurinn er og því betra upp á að safna liði og við erum náttúrulega að sjá þetta alla Evrópu og víða heim þar sem að svona andu í garð innflytjenda er að aukast að þar sem að er hins vegar áhugavert að í öllu þessu svona allum sem látum í kringum Grænland og svona þá varð í raun og veru fór þetta svolítið illa saman þessi svona þjóðernissinnaðir stjórnmálamenn í Evrópu sem að eru auðvitað andum svona sína landamæra vörslu og þetta Trump ætlaði bara fara og sækja eitt stykki í Grænland og sérstaklega í Bretlandi það var maður var við það að þessi tónn með Trump og svona þessum hægri armi í Evrópu hann varð allt í einu svolítið falskur þegar á milli að samhæfingin var ekki alveg til staðar og maður svona velti fyrir sig hvort að Trump sé núna komin í raun og veru yfir línuna sem að við þolum í Evrópu og hann og þessi svona andur sem við erum að upplega gagnvart Trump sérstaklega í kringum þetta Grænlandsmál sem ég held að hafi snert Evrópa búa mjög mikið sé að svona vekja fólks til umhugsunar. Já og en mér finnst líka sko þessu áhugavert hvernig hann gerir þetta. Það er eitt mál í dag, það er annað mál á morgun og það er ekki heil brú í raun og í neinu, það stendur ekki steinu, við vorum bara fyrir nokkrum vikum bara í þessu herbergi að ræða það hvort að Grænland yrði hertekið að bandarískum hermönnum, þetta er svo þess að betur fyrir það aðeins fjarlægari raunveruleiki í dag en við erum samt að sjá í tengslum við öryggisráðstefnuna í München sem er í dag
að það að koma þar skýrslur sem að lýsa Bandaríkjunum allt annan hátt heldur en við erum vön og heimsmynd sem að við í raun og veru er ný og ekki viðbúnaður á norðurslóðum. Og það svolítið kannski áhugavert að fylgjast með þessu í rauntíma. Maður kannski ekki vanur því að allavega ekki mín kynslóð, ég veit ekki, að sjá breytingarnar verða svona ört í okkar nær umhverfi og þetta hefur áhrif á okkur öll. Allir stjórnmál og... Það sem að gerast núna það að við vitum að Trump verður ekki nema í 3 ári viðbót. Og hann orðinn 79 ára og menn svona kannski aðeins vandir að draga efa það sem öllum jalla alltaf Þannig að ég farið að sjá á honum Já, það er eitthvað svona, það er bara eldist eins og gengur og það er bara það en það var sendi fyrra akkurat í Munhjörástöðnu sem að J.D. Vance kom og hélt þessa mjög svo skröllegu ræðu þar sem að hann sagði Evrópubúum fyrir verkum og lofaði AfD og fleiri stjórnmálaflokka í Evrópu og það svona kom dálítið sjokk og hann ætlar ekki að mæta núna og ég held menn svona anda aðeins léttar og Trump ekki heldur af því að ræða Trump sé að ef ræði skyldu kalla þannig í Davos var held ég alveg nóg í bili en þessi skýrsla sem var að koma núna út af Munhjörástöðnu sem svona eiginlega forskýrsla sem eiginlega lögð og sem eiginlega grundvallarplagg hún gríðarlega gagnrýnin í garð Bandaríkjanna og reynda líka það að það auðvitað Evrópubúar að gera sér ljóst sem kannski bara fínt að vakna við þennan vonda draum að Evrópubúar geta ekki treyst á það að Bandaríkjamenn verði það og það er ekkit endilega heilbrigð staða að vera undir verndarvæng annara því að það er eitthvað sem að þú fórnar þar með auðvitað mjög stóru hluta þínu fullveldi með þú treystir á aðra að verja þig. Hins vegar það hvað getur Ísland gert í þessu sambandi og það hvað getur Evrópa gert. Það er alveg ljóst að þetta breytist ekki einu degi að það er bara þannig að Evrópa hefur vanrækt þessa hluti og nota peningan í annað sem kannski er mjög jákvætt. Það er ekki alltaf jákvætt að vera eða peningum í vopn, það er að nota það í betri hluti. En hlutin eru bara þannig að við sjáum bara Úkraínumenn hafa fengið að kenna á því að þú getur ekkert bara búist við því að vera alltaf friðsandi kringu því. Að ef þú ætlar að halda aggressívum nágrönnum frá þér þá þarftu að gera eitthvað í því og við getum kannski sagt að all tilvist Evrópusambandsins auðvitað hluta til byggð á þeirri hugmynd að reyna að koma í veg fyrir þetta. Það mannkynsagan alveg frá byrjun 19. aldar og fram í miðja 20. snerist að við sleiti átök á milli Frakklands og þess sem var síðan að Þýskaland og nú eru þau saman í þessu bandalagi. En Rússland er ennþá Evrópumönnum stendur ógn af þeim og óttast á, sérstaklega utan nágrannum og NATO hefur verið svona þessi öryggisventil að menn vita það að ef að Rússar ráðast á NATO-ríkja þá er sjendilaus og en núna er það ekki alveg ljóst hvað mun gerast ef að Rússar myndur ráðast á við skulum segja Eistland þar sem myndur beita jafnvel sömu rökum og þeir nota í Úkraínu. Það er mjög stór rússnesku minnihluti eða jafnvel alveg upp undir það vera margir eins og nesku talandi eistar og þannig að það er að beita alveg sömu röksemdum. Ísland er í NATO. Finnland var hluti af rússneska keisaradæminu yfir eina öld og 1918 og það getur vel að Putin segja hann vil endurreisa keisaraveldið, þetta sé þeirra land að því það verið það. Þannig að þegar við lifum á svona, það er ekkert endilega alltaf gaman að lifa á áhugaverðum tímum, það er nú kannski ágætt að lifa á svona óáhugaverðum tímum. Betra að rýna í þetta svona aftur tíma. Ég hugsa að maður veltiði fyrir sem Evrópusambandið og svona tilvist þess og hvernig það er byggt upp okkur að sagfræðingar framtíðan og horfið tilbaka og hugsa hvernig tóku ekki Bandaríki með inn í þetta bara þarna. Nei, en þetta þetta, maður hefur bara einhvern veginn ekki þurft að velta þessu fyrir sér fyrir en í raun og veru að Trump tekur við þessi svona í annað skipti. Það í raun og veru, hann auðvitað gefur
tónin í fyrra kjörtímabilinu varðandi NATO, hann gerir þessa og ég meina þarna kannski getur maður líka sagt sko réttilega þau voru að leggja, Bandaríkjamenn hafa sett miklu meiri pening í NATO líka með öðrum hætti heldur en hinn ríkin og það var komið talsvert ójafnvægi en svo á sama tíma ég átti erindi bara Sameinuðu þjóðirnar í nóvember þegar ég var að fylgjast með kosningunum í New York og þar upp á vegg svona stór mynd þar sem hún sýnir í raun og veru framlög þjóðana til hernaðar og svo til þess að gera heimi betri og styðja við frið og uppbyggingu og gefa fólki að borða og ég veit ekki hvað og við erum að tala að það er einhvers konar milljónfaldur munur á og við erum og nú erum við að gera ennþá meira í við erum að dæla peningum í herna og við erum að draga úr framlögum til Sameinuðu þjóðanna sem eru orðin náttúrulega bara stofnun sem að sko undir venjulegum kringumstæðum þegar eru átök í heiminum þá eru kamerurnar á öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Það höfum við bara þá mynd höfum við lítið séð í fréttum. Við sjáum Trump og hugsanlega einhverja leiðtoga annarra ríkja tjá sig en ekki þessa miðju heimsins að reyna að taka skynsamlegar ákvarðanir og það finnst mér eiginlega að vera mesta hættumerki að þetta gerist eins og segir, það gerist hægt og bítandi en bara þessar táknmyndir sem að við þekkjum að þær eru svolítið að hverfa af skjánum og það segir okkur svolítið margt. Það náttúrulega þetta er svo áhugavert að því við komum hingað í Trump-tíman og við erum alltaf að einblína á einstaklingana sko. Mark Carney sagði þetta þessi gerði þetta, við erum svo að því að við höfum aðgang að svo miklum upplýsingum að þá verður þetta svo einstaklingsbundið einhvern veginn að það við drögum úr það vægi þar sem að Sameinuðu þjóðirnar hefði haft og mér finnst það rosalega áhugavert að við erum alltaf að tengja þetta við svona the cult of personality Þannig að það en ég held líka sko við erum að sjá minni af svona, hvað maður segja, svona kollektiv ákvörðunum, allavega á svona global level, þú sletti Þetta er mér það sem hefur verið að gerast, það hefur verið að grafa undan svona þessum samtökum, það er einn hluti af þessari hægri bylgju sem að rýður yfir nú, þessu populísku bylgju að draga í efa mikilvægi þessara samtaka eins og Evrópusambandsins og NATO og Sameinuðu þjóðanna. En það sem er raunverulega stand framfyrir og það sem við erum að kljást við núna er það að stórveldin þrjú að þegar að svona það dregur úr þessari spennu eftir lok kalda stríðsins að þá eru flest Evrópuríkjana þá fara að draga úr hernaðarútgjöldum vegna þess að þeir telja að nú sé spennan minni í heiminum, nú þurfum við ekki á þessu að halda. En Bandaríkjamenn bara halda áfram að ausa peningum í herinn og það gera Rússar og nú Kínverjar. Þannig að það getum alveg sagt að við bara fórnum höndum og sagt og kannski það eina leiðin og svo bara við bara tökum því sem að gerist. En ég veit ekki, það er svolítið hætt á því. Já, en svo er líka áhugavert að skoða þetta út frá viðskiptum að því að Evrópusambandið náttúrulega gengur út af það að gera viðskipti milli þjóða auðveldari og binda þannig hagsmuni landarna saman og í því skyni er það til þess að bæði stækkar það kökuna vonandi hjá flestum og fólk á auðveldara með að selja sínar afurðir og allt þetta en á sama tíma þá er Trump að nota viðskipti og tolla til þess að refsa þetta er auðvitað bara tæki, við þurfum öll á því að halda að fá að borða og okkur langar að gera skemmtilega hluti og kaupa okkur hluti og ég veit ekki hvað. Þannig að þetta er svona ákveðin, þetta er þetta módel sem við erum búin að vera að vinna í og nú er verið að í raun og veru toga það í sundur, að Trump er að gera það og maður svona veltir í fyrir svo og ég held ég hafi sagt þetta hérna síðast líka, þar sem að mér hefur fundist sérkennilegast af öllu í þessu nýja kjörtímabili, seinna kjörtímabili Trumps, er hvað viðskiptalífið hefur í raun og veru ekki stíðið fastar fæti niður og barist fyrir sínum hagsmunum því maður hefði gefið sér það, tollar eru rándýrir fyrir alla, ekki síður fyrir fyrirtækin. Það hafa auðvitað verið miklar uppsagnir, við erum líka að fara í gegnum tímabili sem mikil sjálfvirknivæðing, það er minni þörf á mannafli, samt ekki í landbúnaði, það hefur lítið breyst. Þannig að svona hagsmunir bara hardcore viðskipta, þau eru í raun og veru önnur heldur en þessi sjónarmið Trumps, sem eru auðvitað líka random. En að ég hélt að það myndi verða fyrr myndi skipta máli. Auðvitað er hann líka beita sér gagnvart
viðskiptalífinu bæði með því að sekta fyrirtæki að þau gerir ekki svona vill og að víla díl og sjálfur auðvitað og hans fjölskylda að græða alveg ótrúlega mikið af peningum á sinni forsetatíð. En þessi svona alþjóðlegu fyrirtæki sem eiga mjög mikið undir að Bandaríkin geti átt í eðlugum viðskiptasambandum við önnur ríki eins og hefur verið, að þau hafi einhvern veginn farið á hnén og í raun og veru bara einhvern veginn hálfgerðir, svona að segja lítið og lítið heyrist í þeim að það hefur komið óvart. Ég meina þetta bara þannig núna að þessi bandarísku stórfyrirtæki að þeir sjá sig bara hagði að stöða fram og ég meina þau bara sjá það tolla og ekki tolla, ég meina þeir bara sjá það að það verið að draga úr alls konar reglum og regluverkið og vinnuvernd og mengun en við erum ekki líka farin að sjá aðeins meira hvað að gerast þá, þú veist, hvernig tenging Asíu og Kína kemur inn í þetta og hefur þessi sterk áhrif á að við erum að fá meiri hlut af dótin okkar annars það fráhældur frá Bandaríkjunum, þannig að þú veist þeir geta alveg setið í sínum litlum kastölum eða hvað sem maður vil kalla það, viðskiptamenn í Bandaríkjunum, þeir eru ekki ennþá farnir að finna fyrir því styrkur Bandaríkjanna liggur í markaðnum þeir eru markaður fyrir vöru frá öðrum og síðan aftur stýra þeir og það er styrkur Bandaríkjanna sem er alveg ótrúlegt og raunverulega er ógnvekjandi og það er hvernig bandarísku netfyrirtækin og gervigreindafyrirtækin stýra netheimunum og það er til dæmis greinilegt að þau styðja Trump eindregið vegna þess að Trump er að nota þessa markaðs yfirráð Bandaríkjanna það markaðurinn er svo mikilvæg fyrir mjög marga því Bandaríkin kaupa svo mikið að mikilvæg fyrir framleiðendur í Evrópu að þeir nota það til þess að pína Evrópu til þess að setja engar hömlur á bandarísku netfyrirtækin og þeirra yfirburði. Þannig ég held og það ég hef heyrt það að ef að það verður ekki rofin þessi einokun fyrirtækja í þessum svona net heimi bandarísku fyrirtækina að þá erum við orðin þrælar þeirra eftir mjög skamman tíma. Og ég meina Evrópusambandið hefur verið sett allskins hömlur á bæði gervigreind og samfélagsmiðla og varandi persónuvernd og hvaðina og þannig að það eru mjög ólíkir heimar að mætast þarna og bara núna daginn þá var þessi umræða í Breitlandi hvort að það var þetta fyrirtæki Elon Musk sem að gerði sagt að vera að birta ykkur gera heimild fyrir því að birta myndir af börnum og búa til myndir af börnum sem voru kynferðislega myndir og það er bannað samkvæmt lögum í Breitlandi og þá kom upp þessu umræða hvort að það væri sniðugt að fara og sekta fyrirtæki eigu Elon Musk því að hann er jú besti vinur Trump sem að geta haft áhrif á önnur viðskiptasamband Bretlands og þarna náttúrulega skipti gríðarlega miklu máli að evrópski stjórnmálamenn sem að tóku svona ákveðna svona uppeyju fannst mér þegar að Grænlandsmáli komu upp að standi bara lappnar og við vinnum út frá ákveðnum gildum og það getur ekki það bara gengur ekki, þá eru við orðin með sig og farin að litast af einhverju mjög óheilbrigðri meðvirkni með Trump og öllu því sem er að gerast í Bandaríkjunum. Hann næra náttúrulega yfir miklu stærra landsvæði heldur en sín eigin. Og kannski það líka sem er áhugavert eftir Grænlandsmáli er ákveðin breyting í tónunum frá Evrópu og Kanada auðvitað líka en stjórnmálafólk að fara að tjá sig kannski aðeins öðruvísi og svo það líka og það það sem að mér fannst hefur fundist vanta og aftur við að tala fyrirtækin á þannig að þetta er ekki besta umhverfi að vinna undir þar sem að það er engin fyrirsjáleiki og ég meina við vitum að það eru alls konar væringar í mörkuðum og bandarísku skuldabréfin eru að vera að seitla þeim út hér og þar og spurning hvort að það mun einhvern tímann hafa áhrif ég meina dollarin hefur veikst það er mjög margt sem að hendar ekki viðskiptalífinu og að það er þetta einhvern veginn smátt og smátt hefur orðið til þess að það einhvern veginn þetta svona sígurinn en bara þessi breytinga því að standa í fæturnar gegn Trump þá yfirleitt þegar fólk gerir það yfirleitt snýr hann við og fer eitthvað annað og það finnst mér vera svolítið maður er að sjá það sem einhver svona pattern eða hvað maður segja það sem að í raunverulega hann mætir einhverju mótstöðu og það er Epstein-skjölin sem dæmi
það eru varðandi Grænland. Takó. Já, takó, einmitt. Og þú veist, það skiptir máli að við horfum líka á takmarkanir á þessu, en það svona. Já, en ég held að í sjálfu sér sko það sem að mestumáli skiptir, ég meina þetta Trump-tíðanbíl það gengur yfir og það sem mestumáli skiptir svona þessi langtímaþróun sem að, og þannig sé ég tvennt eins og ég segi sko, það alveg ljóst að það ekki að treysta þessi heimsmynd sem hefur. Að hún er að líðundurlok og við veitum ekki hvað kom í staðinn. Og hins vegar þá held ég að við þurfum að fara að íhuga það hvernig að lifa í heimi þar sem að örfá risafyrirtæki stýra bara allum samskiptum og ég meina stýra því hvernig ég meina ef að öll bankaviðskipti allt þetta fyrir fram í gegnum þessa tölvu allir samskipti. Það koma vísindaskálsögurnar og þetta að verða veruleika og þegar þessi innviðir eru í eigu örfára ofboðslega ríkra einstaklinga sko, sem allir búi í Bandaríkjunum. Það var bók sem kom út á 9. áratugnum eftir Neil Stephenson sem heitir Snow Crash sem einmitt fjallaði Bandaríkin sem var svona skiptu upp ekki í fylki heldur út frá fyrirtækjum og hvernig það var að lifa í slíku landi. Þannig að það alveg til dæmi fólk sem hefur hugsað pólitíslega út í svona. Ég les rosalega mikið af vísindaskáldsögum af því mér finnst það svo áhugavert að sjá hvað artast eftir á. Og það er ekkert fallegt. Það náttúrulega, við veitum það alveg. Það er svona ákveðin svona róast aðeins við að hlusta á þetta gangi yfir sko, þetta segir sagfræðingurinn. Ég held að, ég veit ekki hvort að gera það, ég vel bara segja eins og sko þessi útgáfa, það ég að segja sko, hún gengur í Trump og eins og segja, hann útregnilegur en það sem alveg lifir alveg örugglega, það að það búið að skemma. Það sem að fyrir var. Já, og það að vinda ofan á ríki sem einhvern veginn á leiðina að falla, að hvernig það gert og þú veist, hvað tekur það langan tíma? Því ég held að sko menningin sem búið að opna alls konar leyfi til þess að fólk líti á sig herra heldur en annað fólk út af einhverjum lit eða uppruna eða hvað það er auðvitað alltaf hættuleg samfélag að búa í. Þannig að Bandaríkin nú verið alltaf tíð. En það hefur ekki verið stefna forseta Bandaríkjanna allavega ekki mjög langan tíma. En á sama tíma þá þetta er náttúrulega svona, við sem hefum búið í Bandaríkjunum, maður að horfa á landi breytast gríðarlega hratt frá hvernig var áður. Og það eru auðvitað framöndan þessar kosningar sem að maður hugsa, ok, það gæti verið að það sé hægt að snúa þessu við. En það verður auðvitað gríðarlega átök ef demókratar ná meirihluta í báðum deildum. Það væri ákjósanlegast að þá geta þau með talsverðum hætti haft áhrif á hvað Trump getur og ég meina þau eru nú þegar þá stefnir í það að hluta af alríkinu verða ekki fjármagnað, þannig að það náðist ekki að semja í þinginu. Það munar mjög litlu á þingmönnum en við erum eins og að sjá fram á það að það eru gríðalegi fjármunir sem að republikanir eru búin að safna og demokratar ekki þannig að og hvort að það skipti öllu máli, það getur skipt miklu máli en sko næstu skref fyrir Trump í Bandaríkjunum og þessar kosningar þar geta líka haft alveg gríðalega afleiðingar bara á heimsbyggðina í þessari nýju heimsmynd hvort hann fái að fjármagna herinn eins og hann vill eða hvað það er þannig að En ég held að það sé svolítið góður punktur hjá þér, þú veist að það er þetta undirlagið sem að verður eftir. Hann er búin að opna dyrnar, hann er rosalega vel upp á gátt fyrir margt eins og það bara þennan hatur sem að hann ausir yfir alla. En líka þetta með markaðina og með hagkerfin, að hvað stendur eftir, þó að hann fari, þetta er bara 4 ár og hvað stendur eftir. Og ég er alltaf að velta fyrir mér núna upp að síðkast, ég er alltaf, hvar viljum við vera? Sem þjóð og bara mannkyni, hvert viljum við stefna? Viljum við vera undir oki einhvers konar markaðshyggju, kleptokrasi sko, eða hvert viljum við fara? Og þetta er akkurat, ég held að við séum akkurat á einhverjum tímapunkti þannig að við getum virkilega farið að ræða þetta mál. Já, við erum átt okkur á því að Trump er
sjálfur sér ekki ideológ. Hann fyrst og næst að reyna að græða peninga. Tækifæri sinni. Og hann fyrir honum sem skiptir mestu máli, hann vil græða sem mest á þessum 4 árum sem hann hefur. Og hann hefur grætt heilmikið. Og hann síðan vill hann, þegar hann segir America first, þá meinar hann það að hann að reyna að berja á öðrum til þess að reyna að sína vald sitt. En það kringum hann eru ideológur. Það sem að ráði mjög miklu. Og J.D. Vance til dæmis J.D. Vance er fulltrúi þeirra og það fyrir Bandaríkjamenn þá það auðvitað skiptir mjög miklu máli sko, hvað mörg skrefur stíðin tilbaka núna til dæmis í réttindum minnhlutahópa, réttindum kvenna, réttindum samkynhneigðra og svona afstöðu til trúar í samfélaginu og þarna eru hóparmanna sem að nota sér Trump, að því að Trump trúir ekki neitt á þessu. Hann trúir bara sjálfan sig og sinn megin og mátt, en hann alveg tilbúin að nota þetta, því að þetta hjálpar honum. En þarna eru öfl sem búið leysulæðingi, sem hafa verið að svona malla undir lengi. Ég bjó í Bandaríkjunum á allan 9. áratuginn og þá vissi maður af þessu, en þetta voru svona jaðar hreyfingar. En núna þetta samsæriskenningarnar. Og nú bara komið í kjarnan sko, og segja hluti sem að maður bara einhvern veginn datt ekki að vera hægt að segja sko. Og þeir eru að beita sem sagt ríkisvaldinu gegn háskólum sem að bara út af þessu og ég segi ofta að þeir hegna læknadeildinni fyrir það hvað hugvistamenn að segja sko, því að læknadeildin fær svo mikla peninga frá ríkinu og hugvistin fá svo lítið þannig að þeir hafa ekki þetta valdið, þeir geta stýrt þessu með því að taka peninga af læknadeildanum til þess að reyna að þagga niður í þessu leiðinda liði sem er í huga félagsvísindum og þetta að gerast alls þar í Bandaríkjunum. Það verið að loka deildum, það verið að stýra því hvað fólk fær að segja og það sumir sem segja og ég held að við höfum gengið kannski aðeins og langt í því að þola ekki umræðu og það er við svona sem eru kannski heldur á Íslandskantinu verður líka segt þar. En það alveg ljóst að þeir sem eru að núna segja að leggja niður vók og það allt saman, það ekki til þess að auka umræðu, heldur til þess að taka hana í sín eigin þá. Þannig að þetta held ég að verði mjög áhægt að sjá sko, hvernig þegar Trump fer, að því að hann eins og segi, ég held hann og þó að myndi vilja að vera 3. kjörtímabili, þá held ég að verði bara ekki fær það eftir 82 ára gamall. En hver tekur við stjórnum í repúblikaflokknum að því að Trump stýrir honum, það er bara Trump. J.D. Vance stýrir ekki. Nei, hann hefur ekkert í held ég að taka við á honum sko. En það auðvitað líka, því að allt byrjaði þetta með því að hann sest þarna í forsetastólinn og svo byrjar hann bara að skrifa þessar forsetatilskipanir. Og það svona dæmigert að það var búið að skapa ákveðna hefð fyrir þeim. Og það gerðu hans forverar og mér finnst þetta vera svona alveg dæmigert þar sem að við erum kannski tilbúin að auka valdsvið fólk sem við treystum okkur lífið vel með en áttum okkur ekki á því að öll umgerðin, hún þarf að þola í raun og veru mannesku sem er tilbúin að nota hana í vondum tilgangi eða vera ósanngjarn eða hvað það er og ég held að það sé alveg öll þessi háskólarnir fá að tjá sig, menn það gekk bara fyrstu mánuðum, þá var hann bara búin að slökkva og þagga niður í háskólanum og þetta, við verðum að bara í allri umræðu alveg sama og nú náttúrulega ég hljóma eins og bara harrasta frjálshyggja að ríkisvaldi verður alltaf að vera einhvað checks and balances og við héldum og það er það sem var kennt og ég lærði það í háskóla í Bandaríkjunum að bara checks and balances væri svo pottet í Bandaríkjunum að það væri en smátt og þá hefur verið ríki í rammana og Obama gerði það sem dæmi með þessum forsetatilskipunum lengi vel var farið í stríð og svo var alltaf svona continuing resolution heitir það sem að þingi svona á nokkra daga fresti samþykkti framlengingu á einhverju leyfi til þess að vera í stríði því að engin þingmaður vildi raunverulega vera samþykkja það að fara í stríð en samt var stríði kannski búið ykkur ár þannig að mér er svo mikilvægt að við sem að búum í góðu lýðræðisríkjum og svona við lærum af þessu því þetta er auðvitað eitthvað sem við heldum að gæti ekki gerst að við séum gagnrýnin einmitt á þetta að það sé
í raunverulega aðhald með öllu eftirliti og öllu hvað það í heiminum og ég skal bara taka á mig frjálshyggjustimpilinn fyrir þetta en og bara þetta skiptir máli. Ég held í raun og veru kannski enn meira núna heldur nokkuð tíman áður af því við sjáum náttúrulega, ég segi ekki sömu öfl en svona sömu tóna alls þar í Evrópu í stjórnmálunum og þau ganga ekki út á það að auka frelsi fólks til að tjá sig eða að það einmitt þetta svona að reyna að þakka niður í fólki sem að er ekki svona þeim að skapi og svo draga okkur frelsi fjármagnsins eiginlega. Já, og ég meina svo það líka að ég bara þá trúa að þessi svona frjálsi markaður á milli ríkja fólk geti átt viðskipti óhindrað þetta með einhverjum takmörkunum á hvort að fyrirtæki geti tekið yfir heiminn það þetta ekki gott að það, ég meina við sjáum það bara dæmið Evrópusambandi að það hefur ríkt friður þar og ég hugsa að það hef ekki orðið þannig, ég veit ekki hvað sakfræðingur segir ef að stál og hvað Stál- og kolabandalagið hefur ekki verið stofnað upprannlega og aftur kannski hefur þeir átt að skvísa Bandaríkjunum með þarna. Nei, sko, maður getur sagt hvað sem Evrópusambandið, það bæði jákvæðar og góða hliðar eins og allt og allir en það þetta alveg ljóst að það hefur ekki verið jafn lengi friðsamlegt á stórum hluta Evrópu, það hefur ekki verið friðsamlegt í allri Evrópu. Það hefur verið stríð hér og þar, en ekki innan þess svæði sem Evrópusambandið er yfir. Og það meira að segja þá hefur þeim tekist og það er dálítið svona athyglisvert að þeim hefur tekist að halda saman ríkjum sem eru þar sem að stjórnvöld eru mjög ósammála. Ég minna Orbán í Evrópusambandinu. Já, og það er alveg með ólíkindum að það hafi gengið, sko. Það er svona, já, það er ekki alltaf auðvelt, en ég held að það sé við erum átt okkur á því og það leið og við erum íta undir að okkar lið gera eitthvað að þá erum við líka að gera okkur grein fyrir að hitliði getur gert það sama móti sko. Og ég held til dæmis að þessar impeachment á Trump hafi verið mistök af því að það var alveg döðdæmt, það var ljóst þetta aldrei takast, það gerir ekki neitt annað heldur en að hann flaggað því að vera fórnalamb. Ég var algjörlega sammála því að þessum brotum sem hann var að kæra hann fyrir, en það var svo ljóst að það var aldrei hægt að sakfella hann og þá fékkst ekki út úr þessu, en það var Pelosi var mjög á móti þessu, hún bara gafst upp að því að það var svona strísting frá demokratum og núna til dæmis er Trump mjög á móti því að Clinton hjónum verið tekinn til yfirheyrslu á Epstein-skjölunum, að því hann veit það þýðir að hann verið þetta replikan ekkert sagt er að hann verið kallað til yfirheyrslu eftir að hann einhver fórsta sko. Þannig ég held að í pólitík að þá eigi menn að reyna þú þarft einhvern veginn ekki endilega virða andstæðingin og þú þarft að virða skoðanir þeirra sem eru þér ekki sammála. Og ég held að það sé, ef það er ekki, ég er alveg upp á fjölskyldu þar sem að foreldrar mínu hefðu mjög ólíka pólitískar skoðanir og mjög sameitt fjölskylda samt sem áður og þú verður bara að átta á því að menn eru ekki allir sammálaðir. En það þýðir ekki að þú átt að eins og í Minneapolis að þú átt að berjast fyrir réttindum og þú átt að reyna að berjast fyrir réttlæti og annað slíkt og enda hafa þau gert það innan allra ramma lagana, það er lögreglan sem hefur verið að drepa fólk, ekki mótmælendur. Þannig að þetta held ég og þetta er eitt af því sem er að gerast í Bandaríkjunum sem ég held að sé mjög neikvætt og ég held að sé ekki hægt til lengdar að þau eru komin í algjöra blindgötu með það þessi tveir svona þessir ættbólkar bara geta ekki tala saman og þessi þróun með þessar tilskipanir auðvitað í og með vegna þess að þingi getur ekki komið saman neitt. Það er allt sem er stopp þar sem er nýtt af því að bandaríska þingi var þannig að vegna þess að það þurfa í öldungadeildinni þarf 60% að vera samþykkja flesta hluti og það þýddi það að það fór ekki til gegnum þingina með endalausum samningum sem að voru það alveg þvert á flokkslínur sko. Það er búið og núna er bara þetta kerið gegn með því sem Trump er að gera með því með einhverjum svona annars vegar með því að allt það sem hans leggur til sem að hægt er að segja samþykkja með meirihluta sem er ansi margt og það fær kerið í gegn og hitt notar hann bara einhvers konar yfirlýsingar sko og einhvers konar mjög lög sem að voru sett í einhverjum allt öðrum tilgangi lögum til dæmis svona sérstakar aðstæður sem er menn
Það verið að ráðast á Bandaríkin þess að það var að skjóta nú þessu báta. Já, og það með tollana sem við býðum þetta eftir því að Hæstiréttur dæmi í því og það ég meina það vorum hvort að það verði ef það verður hún mjög óhag að þessi tollar væri ólöglegir þá þetta spurning hvort að Hæstiréttur komið þannig fyrir að þeir þurfi þá að endurgreiða þessa tollar til fólks og þessar fyrirtækja og það getur orðið mikill skellur fyrir alríki sem að ég held að því nú bara alveg greiðlega skuldsett nú þegar Skuldir að aukast. Já. En það og þetta ég bjó þegar fyrsta ár Trumps á síðasta kjörtímabilinu fyrra kjörtímabilinu og ég man bara eftir þessari tilfinningu, maður hitt eitthvað fólk, maður alltaf bara að vinna og ég bjó bæði í New York og Seattle á þessu ári og þegar að maður komst að fólk hafi kosið Trump og væri þar, þetta náttúrulega bara alveg upphafi, að þá einhvern veginn, það var eiginlega ekki, ég auðvitað var að vinna fyrir demokrata og svona þannig ég kannski verið aðeins heitar heldur meðaljón, en að það var í raun og veru bara hvernig áttu að eiga samtalið að þetta var svo, og núna náttúrulega þegar þetta snýst þetta snýst svo mikið sem Bandaríkjunum náttúrulega brjálæðislega góður í að láta stjórnmál snúast eitthvað svona gildirslaðið málefni sem að fóstureyðingar, giftingu samkynhneigðra, þetta allt svona málefni sem að snerta djúpt taugar fólks og tilfinningar og trústundum og svona sem að eru ekki auðleysanleg nema bara menningin breytist og það sem kannski hefur skilað mestum árangri í þessu eru bara sem dæmi þegar samkynhneigðir fóru að birtast í sjónvarpsþáttum og fólk fór bara að sjá Modern Family og bara sjá að þetta væri nú bara allt í fína og þá breyttist almenningsálitið. Það er alveg ótrúlegt en það var ekki, stjórnmálum voru aldrei að fara að leysa þetta en núna er þetta þannig að ertu bara hlynnt í að fari svona með fólk og þetta er náttúrulega ristir svo djúpt í réttlætiskennd fólks og það er ekki, það er ekki lengur heldur, þú hefur kostaði að velja hvað þú sérð. Þannig að það er ekkert hægt að eiga samræðu ef þú ert að horfa á ákvæmna sjónvarpsþætti og ég er að horfa eitthvað miklu meira líp og að við getum kannski hitt átt þessa samræðu, ég þekki mikið af fólki í Bandaríkjunum sem á foreldra sem geta bara hreinlega ekki tala við foreldra sína um þetta vegna þess að það er bara risastór gjá vegna þess að við vitum ekki alveg hvernig við eigum að byrja á því að brúa það vegna þess að maður breytir hugsunum sínum þegar maður tengist einhverju málefni. Það mér finnst það alltaf hafa, langmestu áhrifin á einstaklinga leiðum maður fyrir að sjá einhvern ójöfnu sem snertir mann sjálfan, að þá fer maður að hugsa aðeins meira það. En á meðan að maður er bara að hlusta á einhverja punkta frá einhverjum sem segir það sem hún er sagt að segja, að þá er þessi samræða verður ekki til. Og ég held að þetta er svo mikilvægur punktur að við búum þetta í heimi sem er marglaga og þegar kemur upplýsingum. Og það eru svona replikana megin að það er mikil umræða það að Epstein-skjölin séu að Epstein hafi verið í leyniþjónustu fyrir Rússland sem að í raun og veru kannski okkur fyrst hjartaði kennt sem að frekar kannski trúaði að hann hafi frekar verið í leyniþjónustu fyrir Mossad og það er þessi tengingu pappa Maxwell og allt þetta en hvort heldur sem er að þá er þarna 2 upplýsingaheimar í gangi sem að mætast eiginlega aldrei og bara nánast aldrei. Það er kannski á svona Super Bowl en það er meirist að þar sem er ekki hægt að tala við alla þjóðin í einu og þetta, og nú er TikTok sem hefur haft gríðarlega áhrif á þá sem þau sem er að nota það að það er núna komið í bandaríska umsjón og ekki bara bandaríska heldur bestu vinni Trumps og þar hafa verið ásakanir að fólk sé allt í einu hægt að sjá einhvað sem að sá áður og algoritmin sé orðin einhvern veginn öðruvísi. Maður tekur náttúrulega eftir því bara á Facebook það er svona öðruvísi það hefur breyst mjög mikið það umhverfi En ég held að það sem er eiginlega verst við þessa nýju stjórnmálamenningu sem að Trump hefur ýtt alveg mikið undir og sem að nærist á þessum miðlum að það er svona eiginlega þessi svona virkjun haturs að hatur er svo djúp tilfinning að eins og varst að segja það er svona þessi tilfinningastjórnmál sem einhvern veginn gera allar samræður erfiðar og Trump hefur tekist listilega að vinna með hatrið og þegar leiður byrjar að hata eitthvað þá getur ekki drætt það því þá er það bara vond og það er mjög margir sem hata Trump og það skapar einhvern veginn þannig að það er svo erfitt að ræða mann og þess vegna held ég að við verum bara að anda djúpt og þetta gengur yfir það sem ég hef eiginlega meira áhyggjur af er það hvað tekur við af því að ég held að Trump var kosinn
ekki með meirhluta atkvæðin, ekki með hreinu meirhluta en alveg skýrt og klift og skorið að hann var kjörinn og þá hann kjörinn til 4 ára þannig að hann forseti Bandaríkjanna og þannig að þá verðum við einhvern veginn að lifa með því með öllum þeim mótmælum og öllu þeirri svona andstöðu og viðnámi sem við höfum í 3 ári viðbót en hvað gerist þá? Það svona Já, og verður heimsmyndin bara búin að breytast alveg og verður ekkert aftur snúið erum við þá ekki að fara tilbaka í þetta vinnarsamband Evrópu og Bandaríkjanna Ég held að það verði aldrei aftur sko, þó að það komi nýr einhver demokrata verið kjörinn sem að þá treysta mann ekki lengur sko. Evrópa verður bara að gjöra svo vel að fara að hugsa hvernig getum við stáð á einn fótum og hvernig getum við svona verið lifað án Bandaríkjanna ekki án Bandaríkin eru stór að vera það Kína hana líka og þetta einmitt eitt af því áhugaverða sem að gerast núna það hvernig bæði Kanada og Evrópa að fara að snúast í Kína sko, sem nú ekki barnanna bestir en eru svona að gefast út fyrir að vera svona stabilir í viðskiptalífinu og sem þeir eru og þannig að sko hvernig breytist það af því Evrópa líka er sko alveg gríðarlega stór markaður sko. Það ekki bara Bandaríkin. Þannig að og það líka þetta sko það sem Trump náttúrulega búin að vera að gera gagnvart Evrópuríkjunum hann að sko senda á sendiráðum allt að hann vill að þessi sendiráðin sín komi því til skila til Evrópuríkjana þegar eiga hætt að haga sér með ákveðnum hætti og hætt að tala kyn og vera með einhverja jafnréttisstefnur og eitthvað og utanríkisráðherrann okkar svaraði því nú bara mjög hressilega og bara mjög skýra hann réði því nú ekki sem var gleðilegt að sjá en þetta myndi Kínverjar ekki gera að fara fram og allavega ekki með svona opinberum hætti en hins vegar að það líka þessi svona þetta sem við erum kannski að sjá núna þessi svona, Trump gerir allt fyrir opnum tjöldum, þetta alltaf í raunveruleika þættinu, við erum í raun og bara bein útsending og þá til þess að halda fólki við efnið þessast honum, að þá kemur hann með eitthvað nýtt okkur en en það sem áhugavert að sjá í raun og veru að gera þetta fyrir opnum tjöldum að reyna að hafa áhrif á ríki og takast það og hvernig sko leiðtogar annarra ríkja í raunverulega beygja sig, maður hefur náttúrulega ekki séð þetta áður, en auðvitað gerist þetta bak við tjöldin, við vitum það líka bara í sögulegu samhengi og svoleiðis allt mjúka valdið og allt þetta sko mjúka valdið innan Evrópu það er náttúrulega, við erum, þú veist, það er heil heimur fyrir utan, var einmitt að hugsa sko, við erum búin að vera að tala um Evrópu, Bandaríkin og kannski Kína og Rússland, en það er heill heimur þannig að við erum líka ekki að horfa á það sem er að gerast þar það er náttúrulega mikið að gerast í Afríku nú þannig að Bandaríkin náttúrulega með puttana þar klærnar allstar þar og Kína alveg bara og það á náttúrulega að vera vopnahlé í Ísrael og bara viðbjóður í stiðmagnast þar sko og Íran, við erum ekki búin að ég verð að segja við komumst ekki yfir það ég verð að segja sko í þessu samtali okkar hér þá finnst mér þetta svona skilaboð að þetta mun allt ganga yfir og þetta rettast ég meina Trump hann er 79 ára gamall hann er ekki góður, miskust ekki andlegri heilsu og líkamlega heilsan getur nú ekki verið með hvernig hann er svona lífsmáta þannig að hann hlýtur nú eitthvað að láta undan þannig að ég held að við þurfum ekki að ágjöra því að hann verið eilífur sko en það er algjörlega óljóst og það er auðvitað með svona, ég held að sjálf að kalla hann harðstjóra að hann vill vera það, hann vill vera autokrat að það sem að þeim gengur mjög illa er að velja sig eftir með það má enginn skyggja á það sko það er ótrúlega erfitt að finna góða kandidata í Bandaríkjunum sko þeir með ekki skyggja á hann en þegar að þeir falla þá ryðjast einhverjir inn og svona með allt og bara söguna þá finnst mér mjög líklegt að demokratar það bendur allt til þess að demokrata vinna miskusti fulltrúadeildina í haust það var bara miðað við hvernig sögulega þróun myndist mjög líklegt að vinna í kosningar 2028 en minna þau unnu kosningar 2020 en þeir skiptöpuðum 2024 þannig að það er enginn sem stendur upp úr finnst mér þegar maður horfir til framtíðar ég er ekkert að sjá ennþá neitt sem að ég myndi vilja sjá á kosningaseðli sko. Nei, og ég held sko í demokratamegin er þetta meira stýrst að meira einstaklinga sko. Auðvitað eru þannig eins og hérna svona til vinstri vængnum Mandani og Ocasio-Cortez og
fleiri. Gavin Newsom. Gavin Newsom sem svona, manni finnst það líklegastur. Já, mér finnst það, hann heillar mig ekki, mér finnst það svolítið slísi, sko. Já, en hann er miðaldra hvítur kall, hann hentar marga. Þeir virðast hafa rosalega langan söludag. En ég held að þetta skiptir miklu meira máli hjá rebellingunum, sko, því að þeir hafa algjörlega undir arstjón Trumps og hafa algjörlega, sko, snúist, sko, það svona þessi fulltrúa vísdalífsins og þetta svona bandarísk þessi níokon, sko, þeir bara alveg eru horfnir, en þeir eru auðvitað þannig. Já, þeir eru dvala. Og það verða mjög hörð innbyrðis átök þegar Trump hverfur og menn segja það sé Rubio og Vance og ég veit nú eiginlega ekki hvað ég vildi nú síður Já, við mögum ekki glemma því að Rubio í raun og veru svona þetta gamli republikanaflokkurinn og náttúrulega hefur tekið miklum stakkarskiptum frá því að hann svona fór að verða maður fór að taka eftir honum en hann gæti verið einhver svona millilending þar sem hann að tengja saman gamla og nýja og en svo ertu náttúrulega með makarhefingu sem náttúrulega mjög óútreiknanleg og hefur verið mjög reið að hluta til vegna Epstein-skjalana en það sem er líka forvitað að vita þegar maður er orðinn svona fullorðinn eins og Trump og þú hefur öll verkfæri í heiminum til þess að gera eitthvað þannig að sem munað eftir er þetta góð arfleið og af hverju skiptir svona miklu mála að safna svona miklu pening það, veistu, ég einhvern veginn að því að hann gefur sér út fyrir að vera þessi viðskiptamaður og svona og svo snýst náttúrulega pólitík fyrst og fremst væntingastjórnun og hún náttúrulega svolítið komin í vaskinni hjá honum hann náttúrulega ekki að vera í stríði og vera eitthvað að brasa í útlöndum og senda fólki í einhvern hernað hann náttúrulega setja upp leiktjöldarstaður að sé friður og hann í raun og nær kjöri á þessu affordability auðvitað líka, hann var náttúrulega mjög sterkur þegar að snýri af innflytjendum og naut mikil ströst og nýtur ennþá mikil ströst þar en það hefur hann gert ekki innflytjendamálum heldur í landamæramálum já, landamæramálum innflytjendamálum er hann komin í stóra mínus. Já, en hann er í raun og veru sko, svo margt af því sem hann talaði að gera er hann ekkert með eitthvað sérstaklega fókus á. Nei. Allavega í það minnsta er ekki mjög margt. Hann er bara ekki minnið fókus, sko. Já, mér fannst þetta alltaf vera, sko. Bara rústa björgum. Já, ég held að tilfinningunum, sko, þetta er allt sýndarmennskan. Þetta minnir svolítið á, sko, galdramannin frá Oz. Ekki vera að horfa á þá sem eru baku tjöldin, sko. Nei, horfa bara, ég er bara hér og ég bara ætla að skapa eitthvað ójafnvægi meðan að aðrir eru að gera alla vinnuna sem að er einmitt að rífa niður. Það eru ídolokkar hann Voss Peter Thiel og fleiri Stephen Miller og Von sko, þeir eru ídólokar og þeir annars vegar með innflytjendastefnun og hins vegar með tolla og efnahagslífi sko, og þeir komu með allar þessi tilskipanir Já, og er ekki stefna Bandaríkjanna og ég meina það bara, þetta er í stefnunum og þetta projekt 2025 Já, nákvæmlega og það er auðvitað mjög margt þar sem er búið að skrifa niður og við erum svolítið að sjá raungerast þannig að ég held að næstu Trump-tími að vera með sálfræðingum ég held að það sé alveg til þetta Sálfræðingum og geðlæknum Já, í raun og veru og ég er ekki að grínast því þetta er auðvitað sérstætt atferðli bara svona maður tala eins og fræðimar þetta er auðvitað eitthvað sem við erum ekki sjáum ekki alltaf í fari stjórnmálamanna þó að glitt oft í einhver svona en þetta er kannski full mikið Já, það sem er svo einkennilegt með Trump sko, hvað hann hefur raunverulega ofboðslega sterkan stuðning því að maðurinn sko, fyrir mér hefur hann sko, mér flestir stjórnmálamenn sem að ég er ósammála þeir hafa eitthvað sem er svona upplýkandi við þá sko. Þeir hafa eitthvað að jákvæða liður ég get ekki séð neitt jákvæð við þessa persónu hann er leiðinlegur, hann er ljótur hann er lítill hann er hefnigjarn það er ekkert jákvæð Já, sko, hann er auðvitað góður í að halda fólki við efni hann væri auðvitað góður kennari Nei, ég held ekki sko Hann myndi halda athygli nemanda hann alltaf heldur athygli heimsins Þú myndir neitt læra neitt sérstaklega Nei, það er eins og Nei, ég bara, sko, bara taki dæmi af W að Ingrid Bush ég meina þetta, ég heldur allir séu sammálaðið svona sem einstakling og persóna sé þetta bara vænsti kall sko það er kannski vondur forstu og allt það sko og gerir vondur hluti Hann allavega lítur betur út núna heldur hann að gera það Hann sem það er engin sem að bara þú getur ekki, það er ekkert í fari Trumps sem að er sem sagt svona persónulega jákvæð hann er
níðist á konum, hann er að raka sér peningum, hann tala illa alla, hann er montinn. Já, en hann byggði þetta allt upp, ég meina þú varst í Bandaríkjunum sko á 9. áratugnum þegar þetta hefði Prentice og sjónvarpsþættirna, hann byggði þetta alveg rosalega vel. Það kemur seinna, sko, þegar ég er í Bandaríkjunum er þetta bara, þessi Trump nú bara einhver ígjóð. En það er seinna. En hann byggir þá persónu upp og eftir að hann byggir eftir aldamót. Er það 2000? Já, það er það bil, sko, og hann byggir sitt á því að hann var afspyrnum vondur viðskiptamaður, hann setti allt á hausinu góðan á það og einu stað þar sem hann kann að þessi framkoma hann kann að svona manipulera fólki gegnum ég ætla aðeins að vera ósammála því litum til að hann er brjálæðislega góður að koma sér á framfæri og vekja athygli fólks og halda athygli fólks og koma skilaboðum til skila sem eru reyndar ekki alltaf þau sömu og það fyrir eftir hvaða dagur hann hefur auðvitað gríðarlega trú á sjálfum sér og það getur skipt miklu máli þegar fólk er í sviðsljósinu og svo þetta þá er hann að endurspegla hluta til þessum ameríska draumi sem að öllum er selt og í raun allir fá fyrsta skammt bara þegar þeir fæðast inn í Bandaríkin að þú getur orðir því hann fekk allt í það vitum við að því við höfum lesið langklökurnar og höfum fylgst með lengi en flestir eru að fylgjast með fréttum í dag á mjög svona yfirborðskendan hátt og bara fyrirsagnir og líka bara þú veist að hann, megin glemma þegar það er búið að skilja eftir hópa fólki og fólk er fátækt eða það er ekki endur saman, það er ekki eins og að vera fátækt það er bara að vera millistétt, það er ekki endur saman það er þú ert að ströggla og þú ert búin að kjósa saman flokkinn aftur og aftur og það er ekkert að breytast þínu lífi og þetta er raunverulega mjög margra í Bandaríkjunum millistétt, aðra stéttir og það bara þetta, þú mátt ekki veikjast að þá missir vinnun og missir heilbrigðistryggingu þetta er náttúrulega gali kerfi bara verður heimilislaus og það kemur þarna einhver fram sem ætlar að gera eitthvað fyrir þig og kemur með öll triksin í bókinni og meinar það sem hann er að segja vissum hann hafa ætlað að gera þetta þegar hann stóð á sviðinu og var þá er þetta bara populismin er bara þannig að hann grípur þar sem er gat það er, hann stígur þar niður og hann náttúrulega er í raun og veru ákveðin listamaður í því þannig að ég skil alveg þegar að fólk grípur í þegar að búið að reyna það er ekki það sem ég er að segja en ég skil også að tala um karakterinn ég bara segja það að yfirleitt hefur mér allt það er mjög fáir svona menn sem er á þessum árangri sem þú getur raunlega það er ekki hægt að segja neitt gott um hann það er ekkert gott hægt að segja um hann nema það að hann sé góður lottari sko, það er sem ekki að segja gott en hann er alveg meistari í að selja sig sem er ekki neitt og ég held að því að hann sko, hann er með hann spilar á hatrið, hann spilar á andúðina en hann hefur aldrei komið neina lausnir hann hefur aldrei en hann er náttúrulega líka hann er náttúrulega meistar líka í að fá fólk á sitt band og fá það til að gera sem það vill og allt þetta og ég meina hann hagar sér auðvitað eins og flestir þekki einhvern sem er svona lætur allt snúast sjálfan sig og fólk þorir ekki annað vill halda friðinn og hann er bara klassískur búlli á leikvellinu hann hegar sig eins og búlli á leikvellinu og hann er bara þannig og kemst upp með það og svona er þetta bara og eins og segi, það er fólki sem ég segi stundum að Trump spyr réttu spurningar en hann hefur bara engin svör sko. hann er að tala inn í vandamál sem að, segja, sem að fólk og vonbrigði það er vonbrigði hvítra kalla fyrir þeir finnst þeir hafa þeirra heimilt missað sitt og ég heyrði til dæmis viðtal við múrara sem að bandarískan sem að styður innflytjastefnu Trumps að hann segir að ég er múrari og ég get ekki boðið neitt að því að allir hinir eru með fullt af innflytjendum sem að þeir borga skýta laun og ég vil ekki gera það og ég vil bara vera með löglega verkamenn í minni vinnu og hann er að loka þetta úti og ég er bara mjög ánægð með það sko. En það er ekki það er ekkit fallegt við þetta sko. en þetta þannig að það og þetta sem við sjáum sko við sjáum ekki loka landamæri, þeim var bara að loka sko, en við sjáum þetta í Minneapolis, við sjáum hvað þetta er og þetta er ógeðslegt, ég meina það er bara þannig. Þetta er bara aðskilja og drottna, það er hans stemning. En svona er þetta. En við verðum reyndar að fara að slíta þessu. En ég kannski bara enda á skilabóðunum sem voru fyrir aftan Bad Bunny
Það eina sem að sigrar hatrið ástin. Já. Men voru einmitt að segja það sem er svolítið merkilegt sko, að þeir sem stóðu að þessu alternatífa það var Charlie Kirk samtökin og það var akkurat sem Erika Kirk sagði á þegar útvar Charlies að ástin á að sigra hatrið sko. Og menn voru að segja að þetta hefði sennilega verið á þess að nokkuð að kemur fram og er svolítið tilvísun í það. Og náttúrulega Bell Hooks sem að þú þekkir sem að ástin er náttúrulega félagslegt réttlætis hreyfing, sko getur verið það, þannig að það er bara og kannski var bara ekki nú ásti hefur Trump ekki fengið nóg mikið að klappi miðað við þar sem maður heyrt heimilislífið sko. Við erum búin að sálgreina það er fullt af svoleiðis vídeóm á netinu sko. Getur googlað því ég er búin að horfa nokkur sko. En við höfum fengið stjórnmálasálfræðinga hins vegar að tala Trump en ég ætla að slíta þessu núna það hefur verið yndislegt að tala við ykkur. Takk fyrir Guðmundur Hálfdanarson, Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir og Brynja Elísabeth Halldórsdóttir. Takk kærlega. Takk sömuleiðis. Og við ætlum að fara yfir í eitthvað allt annað hér við Rauðaborðið. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is